Sjálfbærni er orðinn skilgreindur hluti af starfsemi fyrirtækisins. Við höfum alla tíð lagt áherslu á ábyrgð í því öllu sem við gerum. Sjálfbærni er ekkert annað en góður rekstur og góð nýting auðlinda. Ég get nefnt sem dæmi, Þ.G.Verktaka voru fyrsta byggingafyrirtækið á Íslandi til þess að taka upp rauntímaskráningu á flokkun úrgangs og orkunotkun í öllum okkar byggingaverkefnum. Og starfandi á bílaleigumarkaðnum þá segir sér svolítið sjálft að bílar og innkaup þeirra og leið til þess að draga úr losun er svona megin þema hjá okkur og hefur verið það undanfarin 15 til 20 ár. Áskorunir sjálfbærni eru bara það sem við erum að fást við í lífinu, að nýta auðlindir betur frá degi til dags, en svo fylgir þessu alveg gríðarlegt regluverk. Helstu áskorunirnar eru eiginlega síbreytilegt rekstrarumhverfi og mikill ófyrirsjáanleiki í aðgerðum stjórnvalda. Við höfum áhyggjur af því að reglur og kröfur sem að koma frá ESB séu teknar upp hér á landi án nægilegs undirbúnings og oft á tíðum algjörlega án staðfærslu. Bara sem dæmi þá verður breytingar núna síðustu áramót á regluverkinu rafbíla og þetta sneri við öllum okkar áformum á einni nóttu og í staðinn fyrir að vera á fullu í að kaupa rafbíla þá hafum við varla keypt einn einasta rafbíla þessu ári og eftirspurnin hrundi. Ég held að sé heilmikill ávinningur af því að taka þátt í sjálfbærnimálum og taka sjálfbærnimál alvarlega. Okkar tilgangur er að vera traustur banki fyrir farsæla framtíð og við eigum auðvitað ekki þessa framtíð nema við nýtum auðlindir okkar vel og séum ávallt að leita leiða til þess að gera betur. Ávinningurinn í okkar tilfelli er fyrst og fremst orðspor og bara hvaða hugfólk hefur til fyrirtækisins. Hjá okkur hefur ekki verið tenging við sjálfbærnimál hvað varðar fjármögnun. Við teljum hins vegar að með því að sýna ábyrgð og vinna að sjálfbærnimálu þá séum við að gera rétt.